Ég heiti Steinunn Þóra Árnadóttir og ég í öðru sæti á lista Vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs í Reykjavíkurkjördæmi norður. Ætla þinn flokkar að vinna að því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Já, við teljum að það verði að efla heilbrigðisþjónustuna og að hún eigi ekki að vera rekin í hagnaðarskyni og það nátengt því að geta haft hana gjaldfrjálsa. Við teljum að það sé ekki rétt að það sé hægt að hafa sjúkdóma annarra að gróðalind og að greiða sér arð út úr heilbrigðisþjónustunni og við viljum að stefna að því að heilbrigðisþjónustan hún verði gjaldfrjáls og við viljum forgangsraða þannig að það verði byrjað á því að minnka kostnaðarhlutdeild barna, aldraða og öryrkja í kerfinu en það þarf líka að taka á kostnaði fólks þegar kemur að lyfjum. Þannig að við viljum sem sagt minnka kostnaðarhlutdeild fólks bæði í lyfjum og lækniskostnaði og þannig vinna að því að heilbrigðisþjónustan verði gjaldfrjáls. Hún Hanna ber út blöð. Launin fyrir útburðin 25.000 krónur á mánuði en vegna svonefndrar krónumóti krónuskerðingar sem að kallast sérstök framfærsluuppbót ber hún aðeins 2.000 krónur úr bítum. Ætlið þið að afnema krónumóti krónuskerðingu á næsta kjörtímabili og ef svo hvenær yrði áherslu á að gera það? Þetta náttúrulega mjög slæmt að fólk sem á öryrkjar sem eru á vinnumarkaði að þeir sjá ekki ávinning af því í buddunni. Það er náttúrulega vont fyrir einstaklingin sem lendir í þessu og það er vont fyrir samfélagið allt sem þar með fullt af óvirku fólki. Þannig að já, við í Vinstrihreyfingunni Grænu framboði, við höfum það í okkar samþykktu stefnu að við viljum hverfa frá krónu á móti krónu skerðingum. En við teljum einnig mikilvægt að hækka bætur almannatrygginga og að þær fylgi launaþróun í landinu. Fátækt í rauninni pólitískt val ef svo má segja og við viljum útrýma fátækt. Þannig að við viljum hefjast handa strax við það að vinda ofan af því kerfi sem heldur fólki í fátæktara gildru. Jón á 30-aldri, hann kemst ekki fram á rúmunan aðstoðar. Hann fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Jón vill fá NPA, notendastýrða persónulega aðstoð, svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð sem sagt að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA og ef svo hvenær á kjörtímabilinu myndið vinna því? Já, við í Vinstri grænum, við viljum lögfesta NPA. Það voru mikil vonbrigði að það frumvarp sem að félags- og jafnréttisráðherra lagði fram á síðasta þingi skyldi ekki vera fullbúið þannig að það væri hægt að ganga í málið en þar voru allt og margir lausir endar, til dæmis varðandi það hvernig þetta fjármagna NPA. Á lokadögum þingsins þá gengu formenn þeirra flokka sem þá áttu sæti á þingi frá samkomulagi feril á þessu máli. Velferðarráðuneytinu var falið að gera ýmsa útreikninga þannig að ýmislegt varðandi kostnað lægi bara fyrir. Þannig að það á að vera þannig málin búið að þegar þing kemur saman þá verði hægt að leggja frumvarp fram og fara í þessa vinnu. Þannig að ég trúi ekki öðru en að þetta muni geta gengið nokkuð hratt fyrir sig. En á sama tíma við lögfestum NPA þá langar mér líka að undirstrika mikilvægi þess að við valdeflum notandann og gerum þjónustuna annars staðar í kerfinu líka notendamiðaðri. Þannig að þeir sem fá annars konar þjónustunu en NPA, þeir hafi líka meira að segja það hvernig hún veitt. Meirihluti bygginga á Íslandi óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki en það ekkert eftirlit með því að aðgengi sé í lagi.
Við höfum talað við slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnar eftirliti. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Mér finnst þetta hljóma alveg óskaplega vel að fara þessa leið því að það þarf að hafa eftirlit með því að aðgengismálin séu í lagi, bæði hvað varðar nýbyggingar en ekki síður þegar verið að gera breytingar á eldri byggingum. Við höfum engar samþykktir á flokksvísu það hvaða leið skuli fara í þessu efni en mér finnst það hljóma mjög skynsamlega að nota einmitt slökkviliðið sem hvort þið að fara í þessar byggingar í staðinn fyrir að finna upp eitthvað annað apparat sem hefði þetta hlutverk með höndum og ég tel að þetta sé eitt af því sem hægt að gera, koma bara í ferli strax að ríkið hefji samtal við slökkviliðið það hvernig eigi að útfæra þessa þjónustu í samvinnu við þá og í samvinnu við þá sem gerst þekkja til þegar kemur að aðgengismálum. Hún Anna stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili? Og ef svo hvenær? Já, það voru nú samþykkt lög íslenska tungu og íslensk táknmál árið 2011 af mig minnir og þar talað það að þessi mál eigi að vera jafn rétthá. Ísland hefur líka fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og þar í 24. grein talað aðgengi allra að menntun og að sjálfsögðu eigum við sem samfélag að tryggja það að allir óháð líkamlegri getu eða fötlun hafi aðgang að menntakerfinu okkar. Það samfélagslega hagkvæmt. Við höfum séð það að rannsóknir þær sýna að fatlað fólk sem hefur góða menntun það á meiri möguleika á vinnumarkaði þannig að þetta alveg rosalega mikið hagsmunamál fyrir fatlað fólk og við í Vinstri grænum við viljum stórsókn í menntunarmálum þjóðarinnar og að sjálfsögðu allt fatlað fólk þar undir.